Verkefni 2, blaðsíða C5. Við halda áfram með verkefni 2 hérna. Underline color, það er litur undirstrikunar. Get ég farið hér og underline color og ég get valið rauðan og nýti mér F4. Underline style, none, þá er ekkert. Ef við heldum niður í hérna words only og förum í öruna niður hér, getum við farið hérna í more underlines og valið words only. Það er hægt að fara bæði með því að fara hérna í more underlines eða fara í font og velja það beint hérna. Það voru bara orðin undirstrikuð. Tvöföld undirstrikun, það er valið hér. Breið lína, getum valið hana, setja þetta í blokk hérna. Breið lína og punktalína. Getum valið það allt hérna bara á fljótlegan hátt. Síðan kemur hérna brotalína og þið megi bara velja, það þarf ekki að vera nákvæmlega eins og í bókinni og þá er þægilega að fara hérna í font því hérna eru brotalínur. Getið prófað að sjá hvað er í boði og hérna bara valið það sem að þið viljið. Fyrir hérna bara tek þetta bara í röð, brotalína, font. Og bylgjur, þær eru hér líka, font, underline style og tvöfaldar bylgjur. Þær eru hér í listanum líka. Þá er það komið hér, en eins og ég sagði þetta þarf ekki að vera nákvæmlega eins. Síðan er hér yfirstrikun. Þá förum við hérna, það er flýtiskipun. Tvöföld undirstrikun. Hún er hér, doppelstrikuð. Þetta er allt hérna líka í valmyndinni. Og síðan er superskrift. Gerðum það á fyrri síðunni líka. Kemur það hér og endilega nýta ykkur F4 á lyklaborðinu, endurtaka síðustu skipun og svo brjóstletur, hnéletur, subskrift, þá er það valið hér. Og litlir hástafir, þeir eru hérna inn í fontskipunni, small caps, og sjáu þið að S-ið og L-ið er aðeins stærra heldur en þetta er svona kallaðar hástaflingar eða litlir hástafir. Hér getum við breytt öllu í hástafi, all caps og hidden, hérna falið letur. Það kemur fram eins og punktalína, en ef ég tek hérna endurmerkin í burtu þá sést það ekki á skjánum og þetta kemur ekki fram í útprentun en birtist sem punktalína og ég er alltaf með endurmerkin sýnileg, þess vegna sést þetta hérna eins og punktalína. Næst ætlum við að gleiðletra texta, þá er nóg að vera með bendilinn hérna í textanum og þetta er valið hérna inn í font og í advanced flippanum og spacing expanded og við ætlum að gleiðletra 2 punkta og það er hér og við getum nýtt okkur F4 á lyklaborðinu og síðan að þjappa texta, það er valið á sama stað nema þar veljum við condensed og það er bara 1 punktur og þá þjöppum við letrinu saman og F4 endurtekur síðustu skipun
og kemur þetta svona. Og ég ætla að vista snöggvast og það eina sem er eftir hér er að hækka eða lækka texta. Ef við hækkum textan á grunnlínu þá förum við hér í font og position raised og ég ætla að nýta mér F4 og lækka, þá er það lowered og hérna og þá endum við á að vista verkefnið.